Já, kæru vinir, yfirskrift mín í dag er daglegur dauði sem færir raunverulegt líf. Og það er í raun hvergi sagt beint út í Biblíunni að deyja daglega, nema í King James Version, þar sem það kemur fram í 1. Korintubréfi 15:31. En flestar alla þýðingar útleggja það vers á þann hátt að Páll sé að tala að dauðinn vofi daglega yfir honum, þess að hann þurfti að glíma við alls konar ofsóknir á hans tíma. En þessi hugsun að deyja daglega, hún kemur hins vegar víða fram og þá er það oft talað að vera krossfestur með Kristi. Eða eins og Páll segir í Galatabréfinu 2:20, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er frá svona textum sem við sjáum þessa hugsun koma fram, að deyja sjálfinu daglega, deyja sjálfum sér, svo að Kristur komist að og geti lifað í okkur. Við fyrstu sýn virðist þetta vera algjör þversögn. Páll, þessi mikli talsmaður trúarinnar, hann kemur ítrekkað með slíkar að því virðist þversagnakendar yfirlýsingar. Yfirlýsingar sem fela í sér bæði áskoranir og loforð. Hann er ekki að tala að fremja sjálfsmorð á hverjum morgni, en það væri það ekki hægt. Ekki er hann heldur að tala einhverja sjúklegan áhuga á gröfinni. Það er eitthvað mun dýpra, mun hagnýtara og mun mikilvægara fyrir trúarlífið en við gerum okkur oft grein fyrir. Það er leiðin til að öðlast sannan frið og eina leiðin til að skapa rými fyrir Jesú, að hann búi sannarlega innra með okkur. Og þegar við skoðum þetta munum við sjá að þetta er í raun eina leiðin til að öðlast lífi fullri gnægð. Dauðinn hann er veruleikinn sem að snertir alla sköpunina. Allar lifandi verur frá minnsta blómi til voldugs trés hverfa að lokum. En það er eitthvað einstakt við okkur mannfólkið. Við erum einu verurnar sem erum meðvituð dauðan. Það er ekki bara að dauðinn er óumflýjanlegur. Við erum stöðugt meðvituð hann. Það er daglegu möguleiki sem mótar okkar hugsun og alla tilveru okkar. Það er engin vísindaleg skýring á því sem hefur verið afhjúpuð hvers vegna við eldumst og hvers vegna frumur okkar hætta að endurnýja sig að lokum. Það er einfaldlega hluti af eðli okkar, ofinn í okkar vef, okkar fallna heim. Margir reyna að halda aftur af þessari þróun með því að snúa sér að lyfjum, matareið og hreyfingu í vonum að ýta á undan sér hinu óumflýjanlega. En þrátt fyrir allar okkar viðleitni er endirinn svo sami. Óháð bakgrunni, menntun eða stöðu í lífinu, þá er dauðinn áfangastaðurinn. Og við berjumst í gegnum erfiðleika og mætum vonbrigðum og þolum veikindi aðeins til að komast að því að það sem við óttumst mest er óumflýjanlegt. En hér endar sagan ekki. Þessi meðvitund dauðan á ekki að ýta okkur í örvæntingu. Hún á að benda okkur á eitthvað stærra, á von sem liggur handan grafarinnar. Fyrir kristinn mann er dauðinn ekki endanlegur. Hann er djúpur, meðvitundarlaus svefn. Og við lokum augunum og hvert ár eða árþúsund líða, þá er það næsta sem við vitum að Jesú kemur aftur. Þetta er blessuð von sem breytir sýn okkar á dauðanum, úr ótta í áfanga. Og þá komum við að kjarna málsins. Ef dauðinn er hinn mikli óvinur, hvernig stöndum við frammi fyrir honum? Jesus sagði okkur blákalt í Lúkas 9:23. Hver sem vil fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Hér kemur það berlega fram að þetta þarf að eiga sér stað daglega, að taka upp krossinn daglega. Afneita sjálfinu daglega, deyja daglega. Það er þá sem við getum fylgt Jesú, ekki fyrr, vegna þess að hann gerði það.
og okkur ber að feta í hans fótspor. Það er dauði sem á sér stað í litlum atvikum daglegs lífs. Þetta er þar sem að raunveruleg barátta er unnin eða hún tapast. Það er ekki í stóru krísustundum sem persóna okkar er raunverulega mótuð, heldur í litlum og að því virðist ómerkilegum ákvörðunum sem við tökum á hverju klukkustund. Hugsaðu það, miðjan venjulegan dag, þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert pirraður, eða þegar þú ert hunsaður á öðrum. Það er á slíku augnabliki sem við þurfum að halda aftur á sjálfinu. Þar velur þú að deyja. Það er að deyja daglega í litlu hlutunum sem gerur okkur yfirsterkari. Það er valið að gleyma eigin þægindum til að gera öðrum gott. Það er ákvörðun að segja falleg orð þegar þú vilt frekar öskra. Það er að gefa upp eigin áætlun þegar hún stangast á við þarfir ykkur annars. Það er daglegu dauði. Páll segir í 1. Korinthubréfi 1:18: því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpni verðum er það kraftur Guðs. Heimurinn sér þetta sem veikleika, en í augum himinsins er þetta hetjulegasta verk sem manneskjan getur unnið. Þetta er hljóðlát, þrautseigja og trúföst staðfesta, skref fyrir skref og augnablik fyrir augnablik. Nú hvers vegna er þessi daglegi dauði svona mikilvægur? Það er vegna þess að sjálfsréttlæting og sjálfsupphafning er eitur sem drepur okkur andlega líf. Sjálfsupphafning, stolt og sjálfsréttlæti eru helstu óvinir sálarinnar. Og þegar sjálfunnið er lyft upp, þegar sjálfið vex í mikilvægi, þá er engin staður fyrir Jesú. Allt musteri sálarinnar fyllist af anda stolts og sjálfsupphafningar og sjálfsánægju. Þetta er lúmst og hættulegt. Komum sjaldan auga á það, því okkur þykir það svo eðlilegt. Við viljum láta okkur bera, við viljum vera metin af verðleikum og við viljum hafa stjórnina. En einmitt þessi löngun er það sem kæfir líf Krists í okkur. Páll skrifar þetta í Rómarbréfinu 15:1-3: skylt er ossinum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Sér hver af oss hugsa náungan og það sem honum er gott og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfan sig, heldur eins og ritað er: lastirði þeirra sem löstuðu þig lent á mér. Hann vissi að það sem hann áleit vera hans helsti styrkur var hans mesti veikleiki. Hann vissi að hans eigin viska var heimska. Hann vissi að hans eigin réttlæti var eins og óreind tuska. Og þannig tók hann meðvitað daglega ákvörðun að deyja. Hann tók að lífi stoltið sem vildi láta á sig bera, lagði niður traustið á eigin hæfileikum. Hann lagði niður sjálfsréttlætið sem vildi hrósa sér af eigin afrekum. Og með slíkum daglegum dauða skapaði hann rými fyrir Jesú. Þetta eru hinn miklu umskipti. Við gefum upp litla þrönga sjálfmiðaða lífið okkar og fáum þess í stað gnægð hins eilífa lífs. En skiptin eiga sér aðeins stað þegar við erum tilbúin að deyja sjálfinu. Páll sagði í síðara Korinthubréfi 5:17: ef einhver er í Kristi er að skapaður á ný, í gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Á hverjum degi veljum við líf eða dauða með hugsunum okkar og gjörðum. Við erum ekki óvirk í þessu ferli. Hvert augnablik tökum við virkan þátt með eigin ákvörðunum. Hver hugsun sem þú leyfir þér, hvert orð sem þú segir, hver aðgerð sem þú framkvæmir er fræ sem annarkvort plantar lífi eða dauða í sálina. Spurningin sem við verðum að spyrja okkur sjálfur þessi: hvaða tegund ákvarðana er ég að taka dag frá degi? Er ég að velja að láta sjálfið deyja eða er ég að næra það? Er ég að velja að gefa eftir vilja minn eða er ég að halda fast í hann? Er ég að velja að þjóna öðrum eða er ég að krefjast þess að fá þjónustu? Þetta er dagleg barátta. Þetta er baráttan sem Páll barðist í. Þetta er baráttan sem hver fylgjandi Jesú verður að takast á við.
Og þetta er barátta sem aðeins er hægt að vinna fyrir kraft hans sem dó fyrir okkur. Hann er mynstrið, hann er uppsprettan, hann er styrkurinn. Hann dó svo við getum dáið daglega. Hann gaf allt upp svo við getum lært að gefa upp. Smámunulegan metnað okkar. Hann tændi sig svo við getum fylst af fyllingu hans. Daglegu dauði er ekki byrði sem þarf að þola. Það er gjöf sem á að taka fagnandi. Þetta er leiðin til frelsis, leiðin til friðar. Þetta er leyndamálið að lífi í fullri gnægð. Hvernig getur þetta orðið að vera líka í mínu lífi? Jesús sagði okkur það í Jóhannes 15:4-5. Verið þið mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getið þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn og þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getið þér alls ekkert gjört. Líkingin vínviðin er djúpstæð lýsing á því að helgast Guði. Þetta lýsir því hvernig okkar andlega líf er við haldið. Greinin erfiðar ekki í eigin krafti að bera ávöxt. Hún er einfaldlega föst við tréð, dregur líf, safa og styrk úr vínviðnum og sama hátt þýðir það að vera í Jesú, að vera í nánu órofa sambandi við hann. Þetta snýst ekki að reyna meira og gera meira, heldur að halda tengslum. Lífið sem þú hefur fengið frá Kristi getur aðeins varðveist með því að dvelja stöðugt í honum. Án hans getur það ekki sigrast á einni synd, við staðið gegn einni einustu freistingu. Þetta er grunnurinn að öllu. Við verðum fyrst að skilja að þetta er ekki áfangi sem við náum, heldur stöðugt samband sem þarf að viðhalda. Hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi? Páll segir okkur það til dæmis í 1. Þessalónikubréfi 5:17-20. Biðjið án afláts. Þakkið allar hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt, í hvaða mynd sem er. Samskiptaleiðin verður að vera stöðug opið milli þín og Guðs. Þetta er ekki einskiptis ákvörðun, heldur raunveruleiki hvers augnabliks. Þú getur ekki dvalið í Kristi og aðeins munað eftir honum einu sinni í viku eða jafnvel einu sinni á dag. Það er samfellt flæði, líkt og safi sem að rís frá rótinni til greinarinnar. Í hverju hugsun, í hverju orði og hverju athöfn þurfum að vera meðvituð hversu háð við erum honum. Þessi andlega tenging getur aðeins orðið að veruleika fyrir persónulega trú. Þessi trú verður að byggja á fullkomnu trausti á loforð hans og fullkomna helgun lífsins til að fara að vilja hans. Það er líf þar sem þú velur aftur og aftur að leyfa anda hans að fylla þig og leiðbeina þér. Jesús gefur okkur lykil að því hvernig þetta getur orðið að veruleika. Hann segir í Jóhannes 6:63: Það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðið sem ég hef talað til þar, það er andi og þau eru andi og þau eru líf. Leiðin fyrir Jesú til að dvelja í hjörtum okkar er að leyfa orðum hans að komast inn í hjörtu okkar. Það er ekki bara að lesa Biblíuna af skyldurækni, heldur að eyða dýrmætum stundum með opnu orði Guðs og leyfa loforðum hans að sökkva djúptin í sál okkar. Og þegar þú íhugar orð hans vandlega, þá ertu ekki bara að safna upplýsingum, þú nærist á Kristi. Og þá máttu vita að orð hans dvelja í þér. Þú byrjar að hugsa eins og hann og finna líf þitt mótað af sannleika hans. Á meðan þú eyðir tíma með orðinu, gerir heilagur andi það lifandi og máttugt í hjartanu til umbreytingar. Páll segir í Rómarbréfinu 8:18: Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þannig þurfum við að horfa á það raunir sem við verðum fyrir í lífinu. Það er tilgangur með því sem við þurfum að ganga í gegnum, að þegar við gerum það,
þá gefur það okkur alveg nýja sýn á reynslu okkar í þessu lífi. Páll ekki að afskrifa þjáningar okkar. Hann að bera það saman við eitthvað svo viðtækt að núverandi prófraunir okkar verða léttvægar í samanburðinum. Hver þessi dýrð sem hann talar hér? Hvernig getum við, þegar við eigum erfiða daga, verið að sjá þrautir okkar frá þessu eilífa sjónarhorni? Rómverjabréfið 8:28 segir: Ég vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og svo líka þarna í Rómverjabréfinu 5:3-4. Það segir hann: Ekki það eitt. Við fögnum líka í þrengingunum, með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið fullreind, en fullreindin von. Við verðum að skilja að þjáningin ekki tilviljunarkennd eða tilgangslaus. Guð sér hluti sem við getum ekki séð. Kannski sér hann venjur og viðhorf hjá okkur sem þarf að endurmóta. Kannski veit hann að þolinmæði okkar og trú sýnd jafnvel í veikleika mun skilja eftir varanleg áhrif á þá sem í kringum okkur. Guð fullvissar okkur að þessir erfiðleikar eru ekki til einskis. Þeir undirbúningur fyrir eitthvað mun stærra. Hugsum líf Krists. Hann lofaði ekki fylgjendum sínum leið án vandræða. Reyndar varaði hann þá skýrt við og sagði: Ef heimurinn hattar yður þá vitið að hann hefur hattað mig fyrir niður. Að deila þjáningum hans að ganga sömu leið og hann gekk. En samt endar svo leið ekki í örvæntingu. Það leiðir til hásætis. Frelsarinn okkar segir: Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Umbunin ekki gefin öllum sem aðeins játa að fylgja Kristi, heldur þeim sem sigra eins og hann sigraði. Þetta þýðir að núvarandi prófraunir okkar ekki bara hindranir sem þarf að þola. Þær sjálfur vettvangurinn þar sem við lærum að yfirstíga. Þær móta persónuleika okkar, dýpka samband okkar við Guð og undirbúa okkur fyrir eilíðina sem bíður okkar. Í raun það forréttindi að þjást fyrir hans sakir, eins og við lesum í Jakobsbréfinu 1:2-4. Álitið það, bræður mínir, eintómt gleði efni, þér ratið í ýmiss konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta yðar vekur þolgæði, en þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki, til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Hvernig getur það nú eiginlega verið gleðiefni? Það gleðiefni vegna þess að það tækifæri til að vaksa, til að læra, til að móta persónu okkar. Þannig þurfum við að líta á þrengingar okkar. Hverjar þjáningar þessa lífs, miðað við hina eilífu dýrð sem okkar bíður? Páll skildi þetta betur en flestir. Hann þoldi fangelsun og barsmíðar og skipbrot og svik, en hann taldi ekki þjáningar sínar vera honum til tjóns. Í staðinn skrifar hann: Þrenging vor skammvinn og léttbær og aflar oss eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Páll sá að jafnvel erfiðustu prófraunir unnu fyrir hann til mun meiri og eilíðrar dýrðar. Þetta ekki ákall að gera lítið úr sársauka okkar eða láta sem hann sé ekki til staðar. Það boð að sjá sársauka okkar í gegnum linsu eilíðarinnar. Prófraunir sem við mætum vegna þess að við tilheyrum Kristi, en ekki einu sinni þessi virði að nefna þegar það borið saman við dýrðina sem Guð mun veita okkur þegar hann kemur. Í raun bíður sköpunin sjálf eftir fullri endurreisn okkar sem erfingi á synir Guðs. Við þjáumst ekki tilgangslaust. Við undirbúin fyrir arf sem getur hvorki fölnað né brugðist. Páll fullvissar okkur í Rómverjabréfinu 8:37-39. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss.
Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæðni, dýpt né nokkuð annað skapað muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vor. Traust Páls lá ekki í hans eigin styrk eða þolgæði. Það átti rætur sínar í óhaggalegum kærleika Krists. Þetta er undirstaðan sem von okkar hvílir á. Þegar þjáningar nútímans ógna að yfirbúa okkur, getum við haldið fast í vissuna að kærleikur Guðs sé endistaðar. Það kemur ekki í veg fyrir að við upplifum erfiðleika. Erfiðleikarnir hindra heldur ekki kærleika Guðs. Kærleikurinn heldur okkur öruggum, jafnvel þó við séum kannski ekki alltaf meðvituð hann. Í gegnum raunir og ofsóknir birtist stýr Guðs í persónuleika þínum. Hreinsuðum í ofni þjáninga. Og sem þáttakendur í þjáningum Krists getum við litið fram hjá myrkrinu til dýrðarinnar og sagt: ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þetta er ekki afneitun á þjáningum okkar, þetta er trúarjátning. Þetta er vitnisburður þeirra sem hafa lært að nútíðin er tími átaka og prófrauna, en framtíðin er tími sigurs og umbunar. Við erum kölluð til að taka þessu ferðalagi fagnandi, umbera þjáningar dagsins með þeirri staðföstu trú að þær séu aðeins forleggur að henni háleiti dýrð sem mun afhjúpast innra með okkur. Ferðalag okkar sem börn Guðs og erfingja ríkis hans einkennast af þrautum og erfiðleikum, en í gegnum þær eru við hreinsuð og undirbúin fyrir eilífa arleið sem bíður okkar. Krossin í dag og kórónan á morgun. Þjáningar nútímans trufla ekki áætlun Guðs. Það eru einmitt leiðin sem hann notar til að undirbúa okkar fyrir ríki sitt. Hver prófraun er lexía, hver freisting próf, hver sigur skref nær hásætinu. Við þurfum að líta á reynslur okkar hér sem lexíur til að læra af. Spurðu sjálfan þig, hvað vill Guð að ég læri af þessu? Líta á allt sem þú ert að ganga í gegnum sem tækifæri sem Guð gefur þér til að læra og þroskast. Sjáðu fyrir þér þegar þú hefur lifað í fullkomnum heimi í 10.000 ár og þú lítur tilbaka á líf þitt hér. Hversu léttvægar verða raunir okkar þegar við lítum tilbaka? Þá munum við sjá að raunir okkar gáfu okkur einmitt þann þroska sem við þurftum að öðlast til að vera hæf fyrir eilíðina. Þessi tími náðar er hannaður til að undirbúa borgara dýrðaríkisins. Og þess vegna örvæntum við ekki í erfiðleikum okkar eins og þeir sem hafa enga von eilíft líf. Já, nema við trúum því í rauninni ekki að við eigum eilíft líf. Kannski er það vandamálið að okkur skortir trú og því hegðum við okkur eins og þeir sem hafa enga von. En við höfum von og ekki bara von heldur fullvissu og þá hörfum við ekki frá krossinum. Í staðinn höldum við áfram í trú, vitandi að sá sem kallaði okkur er trúfastur og mun ljúka verkinu sem hann hefur hafið. Tíminn til að vera tilbúin hann er núna. Undirbúum hjörtu okkar, klæðum okkur í klæði réttlætis Krists og horfum með eftirvæntingu til þess styrlega dags þegar við munum sitja með honum í hásæti hans, eins og hann sigraði og settist með föður sínum að hásæti hans. Krossin sem við berum í dag er einmitt það sem að undirbýr okkur fyrir kórónuna sem við munum bera á morgun.